ég nefndi hérna í síðustu viku, sko, þessar brjáluðu sögursögnir sem ég var að heyra og ég hef búin að vera að bíða eftir að fá að geta staðfest að þær séu einmitt það, bara brjálaða sögursögnir. En það er sem sagt texti sem er að flakka á milli og margir hafa sendt mér hann sem einhvern svona tjekka þessu Frosti, þetta er hérna, það var þá svona sem er í pottinn búið. Og sá texti gengur út á það að strákurinn sem að stakk þarna stúlkuna, hann hafi sko verið leigubílstjóri á Mósúl leigubílstjórastöðinni sem er múslima leigubílastöðin, skilur. Og hann hafi verið leigubílstjóri þar og hann hafi sko verið búinn að halda þessari konu í gíslingu og búinn að einangra hana frá fjölskyldu sinni og fyrirverandi kærastinn hafi komið þarna til þess að reyna að bjarga henni. Hann hafi ætlað að stinga Palestínumanninn, leigubílstjóran á Mósúl leigubílastöðinni, en óvart stungið kærastuna sína. Og í hamagangnum, þar sem að Palestínumaðurinn hafi látið svo ófriðlega að greiði stúlkan fékk óvart hnífinn í sig, en hann hafi bara ætlað að koma þarna og bjarga henni frá sko Palestínu arabanum, sko, þú veist. Wow. Og ég hugsaði bara, þú veist, það er eitt að svona sögursögnin sé á flakka og manna á milli á Facebook og fullt af fólki sem að trúir þessu örugglega, sko. En það er annað að setjast niður fyrir framan tölvu og byrja að hamra á lyklaborðið, fullkomlega uppskáldaða frásögn sem að snýra því að búa til eitthvað svona útlendingahatur úr þessum hræðilega harmleik sem að er þessi hnífstungu árás sem að leiði til dauða ungrar stúlku. En sko það er ótrúlegt að það geti einhver fengið sig til þess að setjast niður og skrifa upp algjörlega upplogna sögu frá rótum bara til þess að snúa myndinni á þennan veg. Og þetta er auðvitað, segir manni að það er rosa djúpt á þessu útlendingahatri, sko, þú veist. Og það verður að skilgreina, aðgreina þarna á milli. Það er til fólk sem hefur áhyggjur af of hraðri þróun innflytjendamála. Það séu að koma hingað fleiri heldur en að við ráðum við, sko, til þess að geta tekið vel á móti þeim og að það sé of mikið af hælisleitendum hreinlega sem að séu raun og veru eigi ekki rétt á alþjóðlegri vernd, heldur komi hingað og séu á kerfinu í kannski 1 eða 2 ár áður en þeim er loksins vísað á brott og þá er bara erfitt að vísa á brott og svona. Veist, þetta eru eðlilegar áhyggjur af getu Íslands bæði fjárhagslega og félagslega til þess að standa undir of miklum straumi útlendinga til landsins. Það er allt annars eðlis heldur en sko útlendingahatur sem að vill ljúga upp á Palestínumenn eða sko búa til eins og ég segi úr þessum hræðilega harmleik einhverja svona sögu sem að hendar því narratífi að allir Palestínumenn séu hryllingur, sko. Þú veist, maður er bara, þú veist, það var eitt sem sendið á mig og ég myndi sendið tilbaka og sagði bara, þú veist, útskýri fyrir honum þetta sem ég er að segja hér og hann sagði bara, hver sendir svona viðbjóð? Og þá sagði ég, hugsaðu frekar hver sest niður og skrifar þetta? Veist, hversu alvarlega brengluð manneskja þarf það að vera þess að vera, herri, ég ætla að búa til gott narratíf út frá og til sem að færa okkur öll til þess að segja hingað ekki lengur að nú koma ekki fleiri Palestínumenn til Íslands, þú veist. Þetta er virkilega sjúkt, virkilega sjúkt. Ég myndi bara segja það. En já, bara varið ykkur á þessu og það er auðvitað fullt af fólki sem hefur engar forsendur til þess að þú fær senda svona frásögn og þú hefur engar forsendur til þess að ætla bara, þetta er einhver lygi byggð á útlendingahatri. Þannig að þú bara kaupir þetta og þess vegna er eflaust fullt af fólki, mjög margt fólk sem að heldur að þetta hafi verið svona. Þetta hafi bara verið, Íslendingurinn hafi bara ætlað að bjarga ungri stúlku úr klóm hræðilegs feðraveldis Palestínu og Araba sem að fór ekki betur en svo að stúlkan óvart lét lífið. En þetta er rosaleg brenglun, væri ég að segja.